Á síðastliðnum 23 árum hefur Sigurjón Magnússon í Ólafsfirði sérsmíðað 200 bíla og tæki. Þar af helmingurinn sjúkra- og slökkvibílar. Við heimsóttum Sigurjón á verkstæði hans í Ólafsfirði og byrjuðum á því að spyrja hann út í það hvernig þessi sérsmíði byrjaði. 1991 að þá fáum við hugmyndi og faðir minn það að fara að smíða litla slökkvibíla og gerum Ólafsfjarðarbæ tilboð í það að smíða slökkvibíl fyrir Ólafsfjörð. Og bærinn gekk að því og við smíðum bílinn og í framhaldi af því þá smíðum við 3 aðra bíla. Það er að segja 91-94 og þegar það komið þá orðið svo mikil umræðum hvað á að gera við peninga sem eignarhaldsfélag Brunabótafélagsins á og sameining sveitarfélag á fullu og þannig að við sjáum það að það er ekki til neins að vera að brasa í því að reyna að halda áfram. Þannig við hættum og ég fer svona bara í hönnunarvinnu og teiknivinnu og pælingar og 98 áramótin þá, 99, að þá hætti ég í bílaviðgerðunum og fer alfarið yfir í þetta. Og þá fer ég að smíða fyrsta mótið af fyrsta slökkvibílnum og það tók 7 mánuði að gera það og í rauninni fyrsti slökkvibílinn sem við seldum, hann fór til Færeyja. Þá fréttu þeir af því að við værum að smíða litla slökkvibíla og þeir voru með litla slökkvistöð og höfðu samband við mann á Höfn í Hornafirði sem þekkti mig og eftir það komumst við í kynni við Færeyinga og það var mjög fínt. En það fyrsti bílinn fór til Færeyja eftir þessa 4 sem við smíðum hér í fyrri hólnum. Slökkvibílar Sigurjóns nú orðnir 39 talsins og sjúkrabílarnir 61, þar að segja þegar bíllinn sem nú í smíðum á verkstæðinu verður klár. Þetta því 100. bíllinn sem Sigurjón sérsmíðar fyrir slökkvistörf og sjúkraflutninga. Sigurjón hefur þá smíðað 61 af þeim 72 sjúkrabílum sem nú í notkun á landinu en frá árinu 2004 hafa allir sjúkrabílar Rauða krossins verið smíðaðir á Ólafsfirði. Nei, við höfum smíðað hluta af þessum bílum alveg frá grunni. Það er að segja að sett innréttingar á topp og allt en sökum flutningskostnaðar og vörugjalda og tollamála að þá hagkvæmara að láta setja toppinn á erlendis og láta bílinn koma samsettan að hluta til hingað. En við göngum frá stólum og rafkerfum og ljósum og fleiru. Þannig að stór hluta af verkinu fer fram hérna. Ertu sá eini sem að fæst við þetta hér á Íslandi? Já, við erum þeir einu. Og búin að vera það síðan 2004. En einhverjir spyrja, akkur ekki bara hægt að kaupa þessa bíla tilbúna? Jú, það hægt að gera það. Það bara skapar enga vinnu hérna heima og í mörgum tilfellum hefur það verið dýrara. Þetta alltaf í gegnum útboð og við höfum verið alltaf 20% ódýrari í því sem við erum að gera. Og við erum að gera bílana sérhannaða fyrir íslenska aðstæður og sjúkraflutningamenn koma að þessum pælingum hvernig þetta er. Á sínum tíma þegar við gerðum bensana þá var settur á stað hópur hjá Rauða krossinum og slökkviliðinu og sjúkraflutningamönnum sem kom að hönnun á þeim. Það tókst mjög vel. Það hlýtur einmitt að vera hagkvæmara að bílarnir séu einmitt hannaðir eins og þú segir svolítið fyrir notkunina hér á landi. Já, það er það. Það svona einstaka atriði sem þurfa að vera þannig að þau passi fyrir bæði tækjabúnaðinn sem slökkviliðin að nota hérna og sjúkraflutningamennir að nota hér á Íslandi. Það svo sem ekki alltaf sami búnaður alls þar í heiminum. En almennt þá betra að menn geti eitthvað haft að segja um svona. En nú hafa þessi nýju bílar hlotið einhverja gagnrýni. Hvað þeir þykja of þröngir eða litlir? Já, þeir eru minni. Þeir eru minni bensandi. Það engin það ekki að bera móti því, en þessi bílar eru notaðir í neyðarflutninga og allt erlendis með góðum árangri og þeir virka þar og menn þurfa náttúrulega að læra að nota ný tæki, það bara einfaldlega þannig. Það engin sérfræðingur þegar hann labbar inn í ókunnugt hús eða annað, þannig að það þarf að byrja að rata. Sjálfur hefur Sigurjón starfað með slökkviliði Fjallabyggðar í hátt í 40 ár, en sú reynsla hefur komið sér vel við bíla og tækjasmíðina. En þó mest hafi farið fyrir sjúkra- og slökkvibílum, þá hafa verkefni verkstæðisins verið gríðarlega fjölbreytt og ná til að mynda yfir sérsmíðaða kerrur, björgunarsveitabíla og ýmsa sérútbúna tækjabíla.
En verður ekkert var við, já, þetta viðhorf að það sé kannski bara betra að kaupa þetta tilbúið að utan? Jú, við verðum alltaf var við það og það er mjög sorglegt hversu mikil minnimáttakennd og í Íslendingum varðandi íslenskum störfum og handverki því að Íslendingar eru mjög vandasöm þjóð og þekkingin er mjög mikil varðandi hluti. Það til dæmis vekur athygli hjá mér þegar maður kemur í heimsókn hjá svona erlendum aðilum, bæði slökkvibílaframleiðendum og sjúkrabílaframleiðendum. Það er hvað er verið að hissa á því hvað þekkingin er víðtæk hjá okkur. Hún er ekki bara bundin einu hjóli á bílnum eða heldur bara allur bílinn og hvernig allt er í honum sko. Nú hafa verið uppi áform að fækka sjúkrabílum á landsbyggðinni og það átti til dæmis ekki að vera neitt sjúkrabíl staðsettur hérna á Ólafsfirði en þessum aðgerðum var seinkað eða frestað síðustu áramót. Erum við að tala að það verði kannski jafnvel bara að minna að gera hjá þér í framtíðinni? Jú, það verður vafalaust svoleiðis en ég hef nú trú á því að það hafi ekki náðst samningar á milli þeirra aðila sem að sjá útboðin á þessum bílum og kaupin á þeim og reksturinn og ríkisins. Þannig að í rauninni eru sjúkrabílakaup langt á eftir. Það er bara langt á eftir. Í rauninni þá þyrfti að endurnýja einhverja 14 bíla á ári. En það er kannski verið að endurnýja 7. En hvað með fækkun bíla á landsbyggðinni? Megum við því? Nei, ég held ekki. Og það hefur svo sem ekkert með það sem við erum að gera því að það er bara þannig að þeir verða sameina þessar stofnanir og sérfræðiþekkingin hún færist á stóru staðina þá þýðir það að það þarf að flytja fólk á stóru staðina. En hvað? Hvenær klárast þessi 100. sjúkrabíll landsins? Já, við erum að vona að hann klárist núna bara í næsta mánuði. Og hvert er hann að fara? Nú veit ég það ekki. Ég veit yfirleitt ekki hvert bílarnir fara. Það er svona, ef það er einhverja séróskir hjá viðtakandanum að þá kannski veit ég hvert þeir fara en öðru leyti veit ég ekki. Þeir fara bara til Rauða krossins og þeir dreifa eins út. En þú getur allan að lofa því að það verður gott að fá far í þessum bíl? Já, það er kannski ekki gott að þurfa að taka far í þessum bíl en ég held ekki alveg sagt að það er gott að fara í honum ef það þarf að fara í honum.